Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 13. nóvember, næst síðasti sunnudagur kirkjuársins. Þema dagsins dómur yfir heiminum, endurkoman. Í lexíinu sem úr Sefanía segir að við eigum ekki að óttast heldur hrópa og fagna, því að Drottinn Guð sé okkar frelsandi hetja. Í pistlinum úr Hebreabréfinu erum við hvött til þess að láta engar efasemdir bæja okkur frá lifandi Guði. Uppörfið heldur hvert annað hver dag á meðan enn heitir í dag. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá sagan meyjarnar 10. Eins og áður hveti ég ykkur til þess að lesa textana en ég mun lesa Guðspjallið og valin vers tengt því. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. En heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar þannig. En sagði Jesús, þá líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar en 5 voru hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér, en hinar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti kvað við hróp. Brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið okkur af olíu ykkar, það slokknað á lömpunum okkar. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir ekki handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa ykkur. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem voru viðbúnar gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu, Herra, Herra, opnaðu fyrir okkur. En hann svaraði, sannlega segi ég ykkur, ég þekki ykkur ekki. Vakið því þér vitið ekki daginn né stundina. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað í dag dómur yfir heiminum endurkoman. Í dag næst síðasti sunnudagur kirkjuársins og þess vegna leggja textar dagsins áherslu á mikilvægi þess að vera undirbúin undir það að standa frammi fyrir Guði. Eins og segir í öðru Korinthubréfi, þá munu allir standa frammi fyrir dómstóli Krists. Pistillinn segir, látið engar efasemdir bæja ykkur frá lifandi Guði. Uppörfið heldur hvert annað hver dag, á meðan enn heitir í dag. Og treystum honum, það Jesú, staðfastlega allt til enda eins og í upphafi. Það eru margir textar sem verða dálítið útundan hjá kirkjunni því að þeir bera ekki nógu jákvæðan boðskap. En Biblían talar dómstól og dag dómsins. Þegar Jesús stóð upp í samkunduhúsinu í Nasaret og las spádóminn sig í Jesaja, þá sagði hann að hann væri kominn til þess að boða fátækum gleðilegan boðskap, bandingjum lausn og boða náðar ár Drottins. Já, Jesús var að opinbera hver hann væri, hann kom til þess að uppfylla lögmáli og setja nýtt, lögmál trúarinnar. Og nú náðar ár Drottins, við vorum sett undir náð. Jesús sagði lærisveinum sínum að hann myndi fara héðan en koma aftur. Hann sagði, mannssonurinn kemur eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs. Þá munu tákn hans birtast á himni og allar kynkvíslir í jarðar hefja kvein stafi. Og menn munu sjá hann koma í skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna saman hans útvöldu úr 4 himinskauta á milli. Þetta endurkoman sem við bíðum eftir í dag
og þessi endurkoma á ekki að fara fram hjá neinum í heiminum. Leið og þetta gerist fellur dómur yfir heiminn og dómurinn sem fellur sá sami og féll á meyjarnar 5 sem sofnuðu á verðinum. Náðar ár drottins verður þá liðið. Lexían segir að við eigum að kætast og gleðjast af öllu hjarta því að drottin kemur. Já, flestar dæmisagna Jesú fjölluðu himnaríki og við hverju við megum búast. Sagan meyjarnar 10 ein af þessum dæmisögum. Þær voru allar ungar og á meðan við erum ung finnst við okkur hafa allan tíman í heiminum. En í raun líf okkar í þessum heimi afar stutt á mælikvarða eilífðarinnar. Við sem lifum núna verðum öll farin eftir það bil 100 ár, svo í raun og veru höfum við jörðina aðeins að láni í stuttan tíma. Í þessari sögu meyjarnar 10 Jesús að benda okkur á að við verðum að vera tilbúin og takið eftir að í sögunni kom brúðguminn miðnætti. Í lok sólarhrings, í merkingunni í lok tímanna. Meyjarnar 10 voru hver með sinn lampa. Þær sameinuðust ekki einn stóran lampa. Nei, hver og ein hafi sinn lampa, hver og ein þurfti að halda sínu ljósi lifandi og til þess að halda ljósinu lifandi þurfti hver og ein að útvega sér næga olíu. Þetta einstaklingsábyrgð. Við upplifðum svipað ástand í þjóðfélaginu í sambandi við COVID, þar að segja varðandi einstaklingsábyrgð, hver varð að passa sig og dæmisögur Jesú leggja einmitt áherslu á einstaklingsábyrgð. Í samstofna guðspjöllunum, það Matteisi, Markúsi og Lúkasi, sama frásögnin af því þegar Jesús spurður hvers vegna lærisveinar hans föstuðu ekki. Og Jesús svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn hjá þeim geta þeir ekki fastað. Þarna okkur gefið svo myndlíking að Jesús brúðguminn. Og Jesús notar brúðkaupsþema í fleiri dæmisögum en meyjarnar 10. Í einni sögunni bauð konungur í brúðkaup sonar síns, en sagan og aðrar dæmisögur fjalla heimboð okkar í ríki Guðs. En víkjum aftur til meyjanna sem biðu brúðgumans. Þær vissu ekki hvað þær þyrftu að bíða lengi, svo þær voru misvel undirbúnar. Þegar kalli kom og brúðguminn birtist, voru sumar orðnar olíulausar. Ljósið sem táknar trúar eldin hafði slokknað. Þær höfðu sofnað á verðinum og mistu af tækifærinu. Jesús sagði þær voru skildar eftir. Dyrunum var lokað. Þessi saga ein af mörgum sem Jesús sagði himnaríki en allar sögurnar bera sama boðskap. Þær segja okkur á einfaldan hátt að þangað förum við ekki sjálfkrafa. Jesús kærleikur og þess vegna vildi hann láta alla vita að hver og einn þarf að taka ábyrgð á sér, taka ákvörðun fyrir sig. Hver og einn þarf að velja að fylgja honum og hver og einn þarf að sjá að halda trúareldinum lifandi í hjarta sínu, svo að trúin á hann sé stimpluð í hjörtu okkar. Jesús hafði sögurnar himnaríki myndrænar, svo áheyrendur myndu átta sig á alvarleikanum. Meyjarnar þurftu að halda trúarloganum lifandi, aðrar dæmisögur segja að hafrarnir verði skildir frá sauðunum, illgresið verði skilið frá hveitinu, óætu fiskarnir frá hinum ætu og á akrinum verður einn tekinn en annar skilin eftir. Eins eigingjarnt og það hljómar, þá verður hver að hugsa sig, hugsa að bjarga sér. Við getum ekki trúað fyrir aðra.
Við getum aðeins borið fagnaðarerindið áfram til annara svo að þeir geti tekið ákvörðun fyrir sig. Við eigum að bera kærleika hvort til annars því að þannig sést að við séum lærisveina Jesú og við þurfum að vera óhrædd að viðurkenna trúna. Kannast við Jesú fyrir mönnum svo að hann kannist við okkur fyrir Guði föður á himnum. Við getum sótt styrk og fengið hugarói gegnum bænina. Hinar ýmsu sögur Biblíunnar gefa okkur innsýn í líf fólks og hvernig það brást við í veikindum og hvers kyns erfiðleikum og hvað trúin gaf þeim. Trúin getur veitt okkur það sama. Guð var og sá hinn sami. Vegna fyrirheits hans viljum við hafa næga olíu á lampanum okkar. Við viljum vera hveiti sem verður bundið inn en ekki illgresi sem verður skilið frá og brennt. Við viljum vera sauðir hirðisins en ekki hafrar hins illa. Við viljum ekki vera sá sem skilin eftir á akrinum. Í Opinberunarbók Jóhannesar segir: Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Sjá, ég kem skjótt, sagði Jesús, en lærisveinarnir misskildu þetta orð, skjótt, og héldu að hann kæmi bráðlega. En skjótt merkir snögglega, eins og hendi er veifað eða að óvörum. 5 meyjanna sofnuðu á verðinum og brúðguminn kom þeim að óvörum. Önnur lýsing sem Jesús notaði þann sem kemur að óvörum er eins og þjófur að nóttu. Og Jesús sagði: verið því viðbúnir því mannsjónurinn kemur á þeirri stundu sem þið ætlið eigi. Enginn veit hvenær þessi endurkoma verður og þess vegna það svo mikilvægt fyrir hvern og einn að vera viðbúinn og hafa næga olíu á lampanu sínum. Þemað í dag er dómur yfir heiminum, endurkoman. Biblían segir að mannssonurinn komi eins og elding sem lyftrar frá austri til vesturs. Tákn hans munu birtast á himni og menn munu sjá hann koma í skýjum himins í mætti og mikilli dýrð. Og leið og þetta gerist fellur dómur yfir heiminn því þá verður náðar ár drottins liðið. Lexían segir að við eigum að kætast og gleðjast af öllu hjarta því jú, drottinn kemur. Olían sem heldur trúarlofanum lifandi er Guðs orð og til þess að við stofnum ekki á verðinum eins og meyjarnir 5 gerðu, þá þurfum við að dvelja í boðskapnum, dvelja í orði Guðs hver dag, vera tilbúin, því að enginn getur verið fullviss morgundaginn. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, amen.